Hæ, ég Ingi Báður. Ég DJ, pródúsent, ég fáralega skemmtilegur gaur, ég mjög myndalegur, fólk segir þessi mjög góð í sleik, og það fullt af nei, ok, ég hættur. Og þetta Séra Bjössi. Fyrstu kynni mín af þeim eru basically að þeir eru skemmtilegir og snarglæðir. Þeir voru basically að mjólka kýr á Egilsstöðum. I'm mooey. Ég er komin inn í stúdíó og ég ætla að sýna ykkur hvernig Dick sá til. Let's go. Hvað var þetta? Eins og allir góði prodúserar þá þarftu að hafa Airpods til að búa til lög. Það bara must. Þú getur ekki búið til góða tónlist með Airpods. Byrjum á því að opna projektið. Því að annars var þetta náttúrulega ekki hægt, væntanlega ekki. Sko, ég held að make mest sense að byrja á aðalhljóðinu sem kemur í laginu. Sem basically, þetta hérna hljóð. Mjög basic hljóð, en það virkar. Þetta hljóð basically gegnum allt lagið, eða svona ekki droppinu, svona aðal hljóði í laginu. Mér finnst mjög mikilvægt að hafa eitthvað svona eitt hljóð sem að svona skera aðeins út úr og þú veist, leið og heyri þetta hljóð þá veistu hvaða lag að koma. Og í byrjun undir kemur subbassi. Það þarf að með heyrnartól til að heyra þetta sko. Ég stafla þessu upp, þú hlust. Þarna ákveði að taka allt út, basically hafa bara þennan gæða og svo kemur bara allt inn hérna. Þannig að svo bætti ég við hérna þessum gæja. Það var aðeins meira út úr þessu. Og svo þessi bassalín hérna. Þetta ekkert flóknasta bassalín en hún er svona jumpy, hún er svona Mér finnst það skemmtileg. Þannig að það væri ekki alveg eins og hinn. Það er meira svona, þannig að þetta ekki alltaf hlusta á sama. Þá breytti ég melodíinu svona. Og ná sér þetta sena. Þannig að það er líka ekki það margir sem að heyra þessi hljóð sko. Það er ekki rosa mikið alveg í gangi hérna. Kick, wow, net kick bro. Slink clap. Svo er ég með Sony. Það sem ég veist skemmtilegast við svona er að, kannski ekki skemmtilegast, en svona að hafa hip-hop elements inn í háslögum. Það er eitthvað meira cool sko. Talkablinn, það sem að kemur hérna. Sko við vorum með þessa pælingu, þessa hérna melodíu, fárum að leikja hausnum, eða svona. Og við vorum ekki alveg vissi með hana fyrst. Við vorum eitthvað svona að hvað við erum með hana og ég held að það var eitt svona fyrsta sem við gerðum. Þessi melodía er basically drop melodían. Búm, 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 við erum Dicks, já. Og það kom út frá þessari hérna melodíu. Eins gott við notuðum hana. Þannig að við erum basically þarna að tísa það sem að mun koma. Þú ert ekkert endilega að pæla í þessu, en þetta kemst svona í undir meðvitundina hjá þér. Og þú byrjar að hlusta á þetta og þannig að þegar droppi kemur, að þá finnst þér eins og kannist við melodíuna án þess að hafa heyrt hana á þér. Kikkar allt inn, koma snerarnir, fylgdum við búið til atmosfér. Allir kallar Dicks, já. Ingi, hvað stoppar á droppinu? Grét. Veit ekki hvort að fólk sé mest að pæla í bassasoundinu hjá mér eða eitthvað, heit ekki. En ég ætla að leigja mjög mikið bassasoundum. Hérna er alltaf 5 bassasound. Man ekki sér sjálfur hvað ég var að það, sko. Já, þessi er svona einna aðal, gæðina. Þessi líka. Þessi mjög líkurinn, veit ekki okkur ég var með þetta báða. Þessi sem er svona high. Basically það sem ég ger oft er að hafa eitt svona hærri, eitt svona í miðjunni og eitt svona djúpan. Hvað? Svo kúkaði ég bara á mig og þannig var Dicks. Já! Og svo kom Gunnar og ákvað að setja kickinn inn. Lagið var eiginlega basically til út úr mér. Þú voru komið mynd, sko. Já, vá. Hæ, hvað gerðu þið svo? Sko, kikki var náttúrulega mikilvægur partur. Já. Hvert þetta er komið. Sko, kikki er nefnilega merkilegur hlutur í lagi. Og ég bara, gamli, akkur ekki hafa bara. Þú bara. Þannig var það til. Já, þannig að takk fyrir áhrif. Já, þetta er basically sama dótið þetta, sko. Ég veit ekki, eins og ég sjá hérna, þá var ég búinn að mjúta fyrstu klöppin, þannig að þegar beatið kemur inn og þá kemur ekki klapp strax.
Ég held að komið svona, að kemur öðru sinn. Búm, búm, búm. Já, svo kemur. Þarna bætti ég við til að basically hjálpa söngnum. Svo er ég með eitthvað, hvað er þetta? Vox shout out one shot police. The sound of police. Eins og heyri, það var eins og sé kór af það. En við fengum kallakór. Ungfélag samfélag Íslands. Vá. Þegar við varum að búa til lagið, þá hugsuðum við sko stemminguna þegar fólk er að hlusta á lagið. Maður á að ímynda sér að maður sé hérna B5, eitthvað, hérna göttunum. Maður er eitthvað hérna og droppið er að koma og maður heldur svo utan á félagið sína og svo allt í einu bara bó, allir trillast. Ég man sko þegar við sýndum með lagið þegar það var ekki komið upp, þegar við vorum í hinu stúdíónu. Já. Ég man bara svona, ég er svo mikið að sjá mig fyrir bara. Sko, fyrsta lagið erum við með hérna, þetta eru fullt af röddum. Hérna er bara með Benna, svo erum við eitthvað svona, en svo ákveðum við að taka þess að bara, við vorum 3 fyrir fram á mækinn og bara reyndum að öskra þetta eins og við værum, við vorum ennþá að reyna að ímynda okkur að við værum að B5. Og svo setti ég sömu tökuna og sérna, bara hérna niðri, nema ég setti alterboy á hana og formataði þess niður, þá hljómar eins og þú sé dýpri kór. Ég elska að setja að klippa svona allt svona. Ef þetta væri allt bara út allt, þá myndi þetta allt bara svona en ég færði alla til að það séu akkurat í línu við hver annan og það sé ekkert inn á milli af því annars myndi það heyra svo ógeðslega mikið noise, þannig að þetta verður gett clean svona. Svo kemur aftur vers. Breytist ekkert mikið þar, þetta er bara sama og í fyrra. Talkabli. Setti smá hérna Crowd Walla Party. En svo krakkar mínir og konur og kallar kemur uppáhaldskafli mín í laginu. Ég hélt að við ættum að chilla. Já, róaði niður og chilla með þér eftirlega, gerði bara kósi og slakaði á. Hérna langaði mig að gera eitthvað í laginu sem að kæmi bara þarna og aldrei aftur. Til þetta væri ekki alveg eins og í fyrsta kaflanum að þessi sker sig aðeins meira út og verið meira svona fjölbreytileiki í gangi og eitthvað. Þannig ég bætti við þess að þetta er pólska aukahljóð, ég veit ekki hvort sé pólska aukahljóð. Jú, þetta er eitthvað ekkert pólskt, þetta er polka accordion. Alltaf að sérna eitthvað. Hann er svo sumarlegur. Ég var á Ítalíu og var í brúmi að reyna að klára lagið og mér langaði að bæta ykkur við og ég var að horfa út á ströndina. Ég sá, nei, ég man ekki, ég veit ekki hvað ég segja. Kláraði rúmið, nei, hérna lagið upp í rúmið? Ég kláraði upp í rúmið. Það var ekki eina sem kláraði upp í rúmið. Og ég var að bæta við og svo var ég eitthvað svona að spila bara og var svona að horfa út og svo fann ég þetta hljóð. Ég byrjaði svona að dilla mér, skilur, svona aðeins og og bætti við sem hérna gæðum. Sem að mér fannst mjög svona, þetta er örugglega uppáhalds hluti sem ég einhvern tíma gert í einhverju lagi sem ég er búinn til. Og þarna bætti ég við aðeins svona smá átrói, þannig að beatið haldi áfram og þessi hérna reif. Já, svo bara Fucking dicks! Sem allir kallar það fucking dicks. Þannig var dicks til. Takk fyrir að horfa. Ég ætla að vona að við lært eitthvað af þessu og þessi gæi hérna, hann er verified á TikTok. Nú langar bara að segja ykkur. En, já. Það er svona. Ég er að reyna að taka vídeóna. Já. Þannig að drullar í burtu. Þannig að við heyrumst eða sjáumst einhvers staðar annars staðar einhvern tímann seinna, vonandi ekki. Ice cold.